Já, komið sæl. Það hefur verið norðlæg átt hjá okkur í dag og snjóað dável á köflum norðanlands en svona heldur að draga úr. Við erum með lægð hér norðaustur á landinu sem að fjarlægast og svo önnur lægð að nálgast heldur til morguns. Það lægðin sem við sjáum hér suðvestur af landi. Þannig að það er svona ef eitthvað herðir aðeins á vindi hér suðvestan til á landinu þá þegar það líður á morgundaginn. En það eru ekki að sjá mikla úrkomu í þessu þó við vissulega getið nú snjóað bæði norðan til á landinu og sunnan til, þá sérstaklega suðaustanlands. Og við liggjum í köldu lofti, hitatölur að ná að skríða það sem best lætur yfir núllið og náðu ykkur 3 gráðum í dag þá á Austurlandi. Verður sjálfsagt svipa á morgun hitatölur mikið til á láglendi í kringum núllið og sennilega þá meira undir núllinu heldur en yfir. En hvað var það svona stöðuna þá sjáum við þennan bakka núna klukkan 7, hann liggur enn yfir norðanverðu landinu en það að draga úr ákæðinni þegar líður á kvöldið og vissulega hætt við að það snjói áfram lítilega á köflum fyrir norðan, svo sjáum við að það svona bakkar að þokast inn á Suðausturland, þannig að það getur snjóað allan að staðbundu nokkuð drjúgt tíma á morgun og staðan verður þá svona klukkan 14 á morgun. Bjart svona víða á norðausturhorninu og vissulega halt í innsveitum landsins og einnig getur verið bjartir kaflar hér vestanlands en skýjað að öðru leyti og svona slitrótt snjó koma bæði suðaustan til og á norðvesturhorninu. Og hlutinni breytast síðan svo sem ekki hratt né mikið þegar líður á morgundaginn og fram á fimmtudaginn. Það verður áfram svona norðaustlátt í þessu og ef eitthvað þá verður vindur smá saman norðlægari þegar líður á fimmtudaginn því að svona lægðamiðja að leita hér til norðurs þá fyrir austanland og þetta þá staðan hjá okkur þá klukkan 14 á fimmtudaginn. Bjart verið svona mestu leiti hér sunnan og vestan til á landinu. Spurning með hennar bakka hér rétt suður Reykjanesi hversu nálægur hann verður ströndur landsins á þeim tíma en skýjað á norður og austurlandi og svona meiri þungi kannski í úrkominu á norðausturhorninu og þetta þá sennilega mestu leiti þá snjókoma. Og frá fimmtudegi fram til föstudags þá hallar það sér enn meira í norðanátt, þá voru einlega tær norðanátt hjá okkur þá þegar komið fram á föstudaginn skýjað norðanvert landið og snjókoma svona staðbundið sérstaklega á norðausturhorni landsins og en bjart veður að öðru leyti hér sunnan á vestan til á landinu eins og þetta kort ber með sér og ekki mikla sveiflur í hitafarinu eins og sjáum hér. Við fáum sjálfsagt hámarkshita dagsins einhverjum gráðum yfir núllið en á öðru leyti í frostmarkinu eða rétt undir og öllu snarpara frost kannski að næturlagi. Og laugardaginn ætlar hins vegar aðeins að skipta takt hjá okkur þá ætlar hann að snúa sér í suðurlega átt, það kemur lægð því raskvaðandi inn á Grænlandshaf og skilin að verða að koma hér upp á vesturströnd landsins þá síðdegis á laugardag og ef að þessi spá gengur eftir þá alveg viðbúið að slá í storminn allan hér á undan skilunum vestan til á landinu ef ekki víðar á landinu og talsverð úrkoma og hláka í þessu en það nú þannig að hér sunnan á vestan til landinu nú hérna til að mikil snjór en það getur orðið þá aðsalháka á köflum fyrir norðan þegar hlánar þar. En í Evrópu þá nú svo sem svona þessar lægðir hér út á Atlantshafinu að stjórna veðrinu á Bretlandseyjum og einnig svona í Skandinavíu getur við sagt. Snjóar víða í Skandinavíu á morgun. Háþrýstisvæði eru komið hér til suðausturs og fínt og bjart veður nokkuð víða þar slóðir og sama og við svona mestu leyti í byrjuðu Skaganallan út upp austurströndina. Það verður þá sennilega skýjað hér syðst á Spáni, getur rýnt þar tíma svo skúraleiðingar í Portúgal. Það einnig að ræða skúraleiðingar sums staðar á Kanaríeyjum, þá sérstaklega norðan til á eyjunum og hiti svona eða yfir 20 stigum. En í Norður-Ameríku þá kalt loft að leita hér til suðurs og hitatölu verið að dala hér í suðurríkjunum. Við sjáum að víða þegar norðar dregur í norðurríkjum Bandaríkjanna sem og í Kanada þar nokkuð kalt og til að mynda 14 stiga frost í Winnipeg á morgun. Við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.